Ég ætla að útskýra verkefni 7. Þetta verkefni þannig að þegar þessar tvær dælur hérna og þegar að þetta á að virka þannig, þetta sem að það rennur alltaf vatni hérna brunn, þetta mjög algengt í kjöllurum húsa, að þegar vatnið komi hérna upp í brunnin hingað og upp í þennan skynjara hérna, að þá á dæla númer 1 að fara í gang. Og hún dælir þangað til að vatnið komið niður í þennan skynjara hérna. Og þá á slökkna og svo bara byrjar hægt og rólega að síga í brunnin aftur þangað til að vatnið aftur komið hingað upp. Og fyrir dælan aftur í gang, dælir vatninu hingað niður og svo koll að kolli. Svona gengur þetta 365 daga ári, 24 tíma sólarhring og svo framvegis. Þetta bara alltaf í gangi. Þetta kerfi virkar auðvitað þannig að það er ekkert start-stopp, því að það er engin reisinappar hérna eitthvað svoleiðis, það er engin handvirkni á þessu. Þetta á að ganga sjálfkrafa. Það er bara öryggið er bara sett upp og rafvirkinn lappar í burtu og þá alltaf virka. Það eru samt ýmis atriði sem maður þarf að taka tillit til og passa sig á og allt þetta. Að númer 1. Dælurnar duga ekki endalaust. Það duga kannski 10 ár eða eitthvað svoleiðis 10-20 ár hvor dæla. Þannig að það kemur að því að dælan mun gefa sig og við verum að fá viðvörun með það. Það er rétt að sagt íbúar hússins, þetta er þannig. Nú það kemur líka að því að þessi skynjarar hérna, þeir duga heldur ekki endalaust og þeir munu bila þá sérstaklega þessi sem eru alltaf að vinna hérna. Þess vegna er skynjarar hérna aðeins fyrir ofan hinn og við ætlum að bæta við öðrum hérna rétt fyrir neðan þennan hérna. Og það er hérna aðvörunarljós og sírena til þess að láta íbúana vita að það sé eitthvað í gangi. Við reiknum með að þessi dæla sé, grunnvatnsdæla sé í hérna kjallara, bílgeymslu, í venjulegri bílgeymslu kjallara í fjölbýlishúsi og það getur alltaf gerst að það byrja að flæða of mikið vatn inn í kjallarann og það endar það náttúrulega bara þannig að bílarnir enda á floti í kjallarann. Þannig að við viljum að fara aðvörunarljós og sírena í gang ef það fer að flæða hérna upp úr brunninum hérna, upp á gólfið. Sem að þýðir að ef það kemur boð frá efri skynjaranum hérna, þá þýðir það, getur það þýtt tvennt. Annaðhvort eru dælurnar bilaðar eða þá að það hreinlega lekur svo hratt vatnið í kjallarann að dælurnar hafi ekki undan, sem að getur alveg komið fyrir. Og nú í þriðja lagi það er eitthvað bílun í kerfinu og það verður að láta að vita hvað samband er rafvirkjan. Í öllum þessum tilfellum þá þurfa allan íbúarnir að vita því það þarf að koma hérna að ganga þessi sírena og blikkljós. Síðan er eitthvað fyrirmæli hérna sem að segir ef dæla 1 dælir lengur en 15 mínútur fer dælan með 2 í gang. Það þýðir það að það er að koma svo mikið vatn að ein dæla dugar ekki, það þarf báðar til þess að tæma. Svo dæla þær bara þangað til að brunnurinn var tómur. Og þeir segja hérna að gömlus 2 lofa þeirra að tæna fyrir gang. Ef báðar dælurnar hafa ekki dælt úr brunninum, eftir 30 mínútur kviknar á næsta aðvörunarljósi á 2. Ef dælurnar ná ekki að dæla á brunninum og yfirborð vatnsins nær flótur á F3, fer sírenan og viðvörunarljósi í gang.
þetta er það sem ég var að tala á hann, sem sagt ef að vatni nær upp í efri skinnirann, að það geta verið þessar 3 skýringar því þessi er bilaður og rafvirkjan þarf að hafa samband við rafvirkjan. Dælurnar ekki að hafa undan eða þá það er bilun í dælunum. Og hérna að dæla 1 hefur ekki farið í gang, þegar að dæla 2 ræsir þá kemur við að dæla þessi biluð á 4. Þetta fáið að leysa hérna upp á 1 spýtur hérna. Ég ætla ekki að segja ykkur frá því. Því að þetta verkefni er svolítið próf líka. Nú, það sem að við byrjum á að gera þegar við erum að leysa svona verkefni er þetta hérna. Við byrjum á að krota inn á blaðið það sem við erum að hugsa. Og það er það ég er búinn að gera það hérna, þetta tók mig bara einhverjar 5 mínútur. Og þið sleppið ekki þessum hluta, þið hlaupið ekki yfir þennan hluta að hugsa. Þið verðið að draga fram blað og blýant og krota. Það er ekki hægt að gera þetta bara í hausnum og ætla bara að sjá hvernig það kemur út. Ég geti það ekki einu sinni. Ég verð að skrifa niður hvað ég er að hugsa og setja það á blað. Og hérna er ég búinn að krota inn á sem sagt, bæta við þessum skynjara sem mér fannst vanta hérna og þið megið í þessu verkefni gera þetta öðruvísi, heldur hún er sagt í textanum hérna, en ég ætla þá bara að vita hvernig það er. Þið megið breyta hans út frá þessum texta. En hér er ég búinn að ákveða hvað ég er með hérna, og það er sem sagt næst efsti skynjarinn hérna, þessi hér, og næst neðsti, þessi hérna, þeir eru að stjórna kerfinu meira og minna, svona 99,99%. Nú, allt annað eru einhverjar aðvaranir, viðvaranir og svo framvegis. Þannig að við fáum hérna, það til dæmis hérna yfirálas, hérna merkja frá yfirálasvörnunum 2. Hér krotaði ég inn á að ég myndi vilja geta handstartað dælu 1 og 2 og stoppa þær. En athugið það að þessar dælur hérna, þær þola ekki að ganga þurar. Það er ekkert að skilja svona dælu eftir í gangi, þannig að sem var nú kannski ástæðan líka fyrir þessi neðri skynjari sem bætti við hérna, að ef að þessi F2 skynjari hérna er bilaður og það dælan heldur bara áfram að dæla og reyna að dæla á lofti, þá ofhitnar dælan vegna þess að hún þarf vatni til þess að kæla sig. Það eru þannig hannaðar og þeir bara eyðileggjast. Það er ekkert að láta það bara ganga. En það er svo sem ekkert að því að það sé hægt að handstarta og stoppa. En við sjáum það að hún verður samt alltaf að stoppa þegar vatnið kemur þetta niður. Nú gerum okkur líka grein fyrir því að þessar dælur hérna eru til þess að dæla einhverju öðru, til dæmis úr hérna rótþrú. Og svo þarf einhvern tímann að skipta að gera við og eitthvað. Þá er nú ekki verra að það sé hægt að handstýra þá annarri dælunni ef annarri biluð og svo framvegis. Nú skemmtilegt verkefni. Og hér er ég búinn að setja inn á sem sagt outputin hérna. Krota hérna, ég ætla að hafa Q1 fyrir mótor 1, Q2 fyrir mótor 2 og svo framvegis. Og síðan þegar ég er búinn að þessum pælingum hérna, ég er búinn að vera að hugsa þetta, þá bý ég til þennan lista. Þetta er listin sem að ég þarf að hafa í höndunum til þess að geta gert hérna logo stýringuna. Þá er ég búinn að ákveða hvaða input er fyrir hvað og hvaða output er fyrir hvað, og ég er með þetta blað bara við hliðina á mér meðan ég er að gera forritið og ég verð miklu fljótari að því. Það tók mig 1 mínútu að skrifa þennan lista.
og það sparar mér mikinn tíma. Og ekki að reyna að gera svona verkefni á þess að krota niður hvað er hvað. Já, við þurfum að leggja þetta verkefni aðeins í raunveruleikann. Að þetta er skólaverkefni og við erum ekki, eða þið eru ekki með alveg allt sem að þarf í verkefnið. En ef við tökum til dæmis input 1, næst efsti skynjari, það myndi geta verið þessi hérna og næst neðsti er þessi hérna, það er þannig að þetta myndi kveikja og slökkva á og svo eru auka skynjararnar efsti og neðsti og það geta verið hérna þá hnapparnir hérna, þessir tveir hérna sem eru lausir. Yfirálagið væri hér og yfirálag nummer 2 myndi koma hérna en ykkur vantar sennilega yfirálagsvörð nummer 2. Ég veit ekki hvort að ég leti ykkur hafa hana en þið allavega tengið þetta þá eins og hún sé. Síðan er þetta reset hérna og þá vantar okkur hnappi það og við myndum auðveldlega geta bætt við einu hnappi hérna sem að væri bara reset hnappurinn en við getum líka nota bara þennan hérna stoppknapp hér sem reset. Það á að vera græn snerta undir honum. Open. Þetta getur þá verið start mótor 1, start mótor 2 og þessi getur líka virkað sem stopp á báða mótorana og þá er þetta stopp hérna svona erum báðir stoppaðir með sama hnappinum sem þýðir það að þessi hérna I12 dettur út og I10 stoppar þá báða og hann getur líka verið reset, það er ekkert mál í forrituninni. Nótur 1 er output 1 hérna og þið athugið sko að I1 hérna er sem sagt hér og hér eru I1 upp í I8 hingað og I9, 10, 11 og 12 þeir eru hérna á þessari hér en þeir heita I1, 2, 3, 4 á þessari en í forritinu heita þeir 9, 10, 11 og 12 og alveg eins með outputin hérna eru 4 hérna á aðalvélinni og þau heita Q1, 2, 3 og 4 hérna heita þau aftur Q1, 2, 3 og 4 en eru 5, 6, 7 og 8 í forritinu þeir eru að forrita þetta athugið þetta. Nú þið sjáu síðan að það er ekki margar tengingar sem við getum þurft að breyta. Núna erum við með 2 mótora, þannig að annar þeirra kemur hér og hérna út og hinn myndi koma hér ef þið eru með aðra yfirvarasvörn. Þessir vírar hérna breytast núna og fara allir 3 hérna hingað í 7, 8 og 9. Það breytist. Svo getur verið, það fyrir nú eftir svona hönnuninni hjá ykkur og allt það. Það er hægt að hafa sennilega þessa eins að gæti þurft að færa og kannski eitthvað til hérna. Hver þeirra kemur á input nummer 1 og hver kemur á input nummer 2 og svo framvegis. Það er bara eitthvað smá breytingar hérna inn á. Og alveg eins héðan að það gæti verið, mér sýnir sjá að það þarf bara að færa eitthvað aðeins til hérna í þessu hérna en þessir hérna hvítu hérna hjá mér þeir eru ekki að breytast þetta hérna ætti ekki að þurfa að breytast mikið ef að Q1 er ennþá að stýra þessum Q2 þessum og svo kolla svo þurfum við aðeins að bara pæla í þessu hérna ég ætla ekki að segja ykkur allt í því að eins og ég segi við ykkur ég sagt við ykkur áður þetta er svolítið prófverkefni núna hvað það við tekið vel eftir í vetur og hvað það getur gert mikið á einn spýtur.
Það sem við gerum næst bara að klára forritið fyrir logovelina og við byrjum náttúrulega á réttum enda. Takk ég nú vel eftir. Funksjónblokk. Velja rétta tölvu hérna til að forrita í. Og BA8 standard hérna. Svo byrjum við hér. Input, output, names. Og hér setjum við inn það sem við vorum bara að skrifa á listan. Næst, ekki íslenska stafi. Næst, efsti, skynjari og svo kolli. Og hér ég búinn að skrifa þetta allt. Allt sem var á listanum. Og þá getur maður bara hérna inputin hérna, þetta voru ykkur cirka 12 input, við getum bara hendum öllum með inn á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og við saman nöfnin koma hérna með. Og outputin hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og þá koma heitin hérna með og það miklu þægilegra að gera þetta svona þegar nöfnin eru með og við sjáum auðvitað hvað hvað. Hérna ég sem aðeins búin að sýna ykkur svona hvernig getum leikið okkur með displayið á tölvunni. Það er búin að setja hérna inn textabóks hérna 3 og eftir því sem að hérna priority talan á því er hærri þessi hérna þegar þá tekur hann yfir það sem á undan þannig að þetta 1 og 2 og þetta 3 hérna og þú sjá hvernig það virkar hérna að ef það kemur inn hérna í 5 hérna sjáðu yfirálag frá mótor 1 yfirálag mótor 2 yfirálag mótor 1 og 2 og skjárinn verður rauður það ekkert mál að velja þetta úr hérna úr flak hérna ég veit þið getið valið þessi flögg hérna tvísmellaði hérna á þetta og þá þetta að velja hérna liti ekki, muni að velja ekki TT þegar það ekki sá sem að notað heldur þessi hérna TT stóri skjárinn sem við erum ekki með síðan það textabóksi, það hérna niðri hérna þetta hér og það ekki mál að skrifa hérna inn í það og velja hvaða priority á því hérna og ýmislegt fleira þetta kannist við úr hérna hitastýringaverkefninu sem ég gerði í síðasta áfanga geti ég vel kópirað eitthvað þaðan allan að skoða það og munið að Guðnabænum verið búin að breyta þessu nöppum í pushbutton sem að eiga að vera pushbutton hérna ef ég sé það ekki eins og búið að breyta þessum hérna þá veit ég að þið hefur ekki eins og prófa verkefnið sem mjög leiðilegt en þetta svona eitthvað aðeins hérna hvernig við getum leikið okkur að því að láta alls konar upplýsingar koma á skjáin í staðin fyrir að vera með alls konar viðvörunarljós í einhverjum litum sem við getum alveg og miklu betra náttúrulega að fá bara texta á skjáin yfirálag á mótor 1, yfirálag á mótor 2 og svo framvegis bílaður skynjari og eitt annað en núna klárið þið bara restina sjálf